Komið sæl og velkomin á fund númer 248 í sveitarstjórn Dalabyggðar sem haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal að Vanda. Mér langar nú að byrja á að minnast á að þetta 100. fundur hans Eyjólfs. Og ég bara óskonum til hafa ekki með það, þetta gera aðrir betur. En þá að dagskránni. Dagskrárlið númer 1 forgangsröðun vegaframkvæmda í Dalabyggð. Atvinnumálanefnd Dalabyggðar vísar til sveitarstjórnar til afgreiðslu uppfærslu á forgangsröðun vegaframkvæmda í sveitarfélaginu. Einhver sem vill ræða þetta mál? Garðar, gjörðu svo vel. Oddviti, kæru fundarmenn. Atvinnumálanefnd hefur unnið að uppfærslu á þeirri skýrslu sem gerð var upphaflega fyrir rúma ári síðan og var farið svona yfir helstu atriði og finnst okkur gildi þessara skýrslu og yfirferðar hafa sannað sig virkilega og munum við halda áfram að nota þetta sem gagn í baráttu fyrir betri samgöngum og betri vegum hérna í Dalabyggð sem til dæmis var í upphaflegu skýrslunni hjá okkur var forgangsraða númer 1 að það yrði farið í viðgerðir á Vestfjarðaveginum sem var svo tekið malbik af því að hann var orðinn svo ónýtur. Þannig að það ekki hægt að segja við hefum ekki verið búin að ýta á framkvæmdir fyrr. En þetta ýtir bara ennþá meira undir að það þurfa að fara í bæði uppfærslu á Vestfjarðaveginum hérna í gegn og að malbika vegi og fara í tengivegi og annað. Og þetta sýnir bara svart og hvítu hvernig við viljum forgangsraða, hvernig við viljum fara í hlutina og mun hjálpa okkur áfram. Og ég vil bara þakka starfsmanni nefndarinnar, Jóhanni Maríu, fyrir ómælda vinnu við gerð skýrslunnar og öðrum nefndamönnum og vona að skýrslan verði samþykkt hér eftir. Takk. Takk fyrir þetta, Garðar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að taka undir orð formanns atvinnumálanefndar og þakka í rauninni öllum þeim sem að þessari vinnu komu, bæði nefndinni, starfsmanni nefndarinnar, einnig þeim sem tóku þátt í íbúafundi sem haldinn var og í rauninni til fyrirmyndar hvernig nefndin hefur haldið á þessu máli og jafnframt segja frá því að það ómetanlegt fyrir mig og okkur starfsmenn Dalabyggðar í rauninni hafa þetta er rauninni vinnugagn fyrir okkur, bæði til að vinna útróa eins í rauninni bara til að flagga okkar áherslum og það að við í rauninni bara séum einhuga þær áherslur sem við leggjum til við ráðamenn, það skiptir gríðarlega miklu máli og ég held að það að geta vísað í svona plagg og einmitt rifjað upp hvenar og hvernig við vöktum athygli á einstaka vegum og ástandi þeirra að það skiptir máli og í rauninni eykur líka bara trúverðugleika okkar sem sveitarstjórnar og samfélags á það hvernig við kynnum okkar málstað og bara ítreka þakkir til allra hlutaðeigandi sem komu að þessari miklu vinnu. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég forgangsröðunina fyrir fundin. Þeir sem eru samþykkir forgangsröðuninni gefi merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárlið númer 2 sem er forgangsröðun fjarskiptamála í Dalabyggð. En atvinnumálanefnd Dalabyggðar vísar til sveitarstjórnar til afgreiðslu forgangsröðun fjarskipta í sveitarfélaginu. Hversu vill ræða þetta? Garðar, gjörðu svo vel. Oddviti, kæru fundarmenn. Atvinnumálanefnd fór í skoðun á fjarskiptamálum og öðru slíku hér á svæðinu og var farið í þá skoðun á öllu Vesturlandi af vegum SSVAF kom Þorsteinn Gunnlaugsson og fór yfir og tók saman gögn og gerði svona heildarskýrslu yfir svona helstu kerfi sem við erum að nota og við höfum svolítið nýtt okkur þau gögn og vildum fara svipaða leið eins og við höfum gert í vegamálunum að skoða ástandið og geta þá metið aðeins eftir hvað þörf
hvað er að vera, hvernig er ástandið og þannig við getum nýtt þessa skýrslu sem þrýstiafl á fyrirtæki og stofnanir og annað að þjónusta sé bætt, að lögum sé breytt og að fyrirtæki sé að nýta sér þær heimildir sem þau hafa til að bæta þjónustun okkar. Þannig að við getum sýnt svart og hvítu hvernig þjónustuskerðingin er víða hjá okkur hérna og það er hægt að skoða það í þessari skýrslu og þess vegna held ég að þetta verði mjög gott þrýstiafl til að bæta þjónustu fyrir fólk og ferðamenn og íbúa hérna á svæðinu. Og ég vil bara enn og aftur þakka starfsmenn nefndarinnar og nefndamönnum og öðrum sem komu að gera þessari skýrslu og vænti þess að hún verði samþykkt. Takk. Takk fyrir þetta, Garðar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá legg ég þetta fyrir fundinn. Þeir sem eru samþykkir forgangsröðun fjarskiptamála gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 3. Starfshópur skipulag íþrótta- og æskulýðs- og tómstundastarfs í Dalabyggð 2024. En lögði fram greinargerð og kynnta tillögur starfshóp sem skipaður var til að fara yfir skipulag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfs í Dalabyggð. Ég ætla að fara aðeins yfir þessa skýrslu sjálf þar sem ég var í starfshópnum og gef svo orðið laust á eftir. En hér er lögð fyrir sveitarstjórn skýrsla með greinargerð og tillögum starfshóp sem skipað var í mars síðastliðinn. Hlutverk starfshópsins var að vinna stöðugreiningu á íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfi í Dalabyggð. Hópinn skipuðu Ingibjörg Þórunnar Steindóttir, ég, sem var fulltrúi sveitarstjórnar, Guðrún B. Blöndal, sem var fulltrúi fræðslunefndar og Jóhanna Sigrún Árnadóttir, sem var fulltrúi ÖTN. Starfshópurinn fundaði 5 sinnum og hópurinn aflaði gagna frá öðrum sveitarfélögum og var meðal annars farið í heimsókn í sveitarfélagi Stykkshólm. Það er mat starfshópsins að tækifæri séu til staðar til að efla íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfs í Dalabyggð og leggur til að bætt verði inn fjármagni í málaflokkinn þannig að tækifæri gefist til að byggja upp starfsemi í honum með markvissum hætti. Meginstefið í tillögum hópsins er að leita verði leiða til að auka virkni íbúa á öllum aldri í Dalabyggð. Þetta yrði meðal annars gert með þátttöku í verkefnum á landsvísu eins og til dæmis hjóla í vinnuna og að sækjum aðild að heilsueflandi samfélagi. En þar er meginmarkmiðið að styðja samfélög í að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og velíðan allra íbúa. Starfshópurinn leggur því til að stofna verði starf lýðheilsufulltrúa sem yrði nýtt starfsheiti innan stjórnkerfis Dalabyggðar, en rammar vel inn tilgang starfsins að mati hópsins. Þetta yrði gríðarlega viðmikið starf sem krefst mikillar skipulags og forystahæfni. Í skýrslunni eru helstu verkefni listuð upp og verður hún aðgengileg í fundagerð í lok fundar í dag, þannig að ég ætla ekki að lesa það allt upp hér, en lýðheilsufulltrúi myndi meðal annars þróa og stýra íþrótta-, lýðheilsu- og tómstundamálum ásamt forvörnum og bera faglegan og rekstrarlegan ábyrgð á starfsemi íþróttamannvirkja þegar þau verða tekin í notkun á félagsheimilinu í Búðardal og félagsmiðstöð sem mun samhæfa notkun þessara húsnæða í þágu Dalabyggðar. Starfshópnum var jafnframt falið að skoða fyrirkomulag tómstundastyrks í Dalabyggð og er lagt til breytingar á núgildandi reglum sem hópurinn telur að muni verða til þess að ná til fleiri iðkenda með styrknum. Lagt er til að nota megi styrkinn til tómstundaiðkunar bæði innan og utan Dalabyggðar. Lagt er til að Dalabyggð hefji notkun á Hvata sem er vefkerfi sem tengist Nóra og Eibler og fleiri skráningar og greiðslukerfum sem notið eru af íþrótta- og tómstundafélögum. Það mun gera styrkinn sýnilegan strax í greiðsluferlinu og sjálfur greiðir notandinn eingöngu eftir stöðvar þátttökugjaldsins ef einhverjar eru. Þannig að það þarf ekki að sækja eftir á að fá styrkinn greiddan tilbaka. Skátarnir eru nú þegar að nota Eibler og tilstendur að ÖTN muni taka það upp í haust einnig, auk þess er þetta víða notað fyrir utan Dalabyggð. Svo voru viðbótar tillögur hópsins að félagsmiðstöð Gildrunni verði fundin nýr staður utan húsnæðis Auðarskóla og jafnframt að fundin verði heppileg staðsetning eða aðstæða fyrir börn og ungmenni á meðan beðið er eftir frístundabíl, æfingatíma eða öðrum tómstundum.
Stefnt verði að því að ný aðstaða verði útbúin á haustönn 2024. Einhver sem vil ræða þessa skýrslu? Einar, gjör svo vel. Oddviti, ágætu fundamenn, ég ætlum kannski bara að byrja á því að þakka fyrir skýrsluna og fyrir þessa starfshóps. Ég ætlum að tala kannski af eigin reynslu eftir að hafa starfað í þessum geira svolítið lengi að þetta er víðfemt og gríðarlega mikilvægt starf sem fer fram innan í raun og allar þessara lýðheilsu og þess vegna er ég sérstaklega ánægður með þessa tillögu þar sem ég stofna starf lýðheilsu fulltrúa hérna. Ég held að það nái betur utan það sem að sveitarfélagið er að leita eftir og það er náttúrulega blómlegi tímar framundan. Það eru 18 mánuðir í að hér komi íþróttahús og við sjáum fram á mjög mikla möguleika og þá held ég að þetta starf muni nýtast okkur mjög vel. Annað sem að oddviti kom inn á var þetta fyrirkomulag á tómstundastyrkjum. Ég held að þó það sé smá fyrirhöfn að koma þessu á og svoleiðis, þá held ég að þetta muni gera það verkum að þó þetta sé að mörguleiti vel nýtt hér, þá muni þetta vera ennþá betur nýtt hérna. Með því að fara inn í sportafler eða í raun og ég man nú ekki alveg hvað allt saman að heitir. Varðandi viðbótartillöguna sem hún talaði að færa félagsmiðstöð og í annað húsnæði heldur en skólans, þá ég stoppa aðeins við það. Ég hef starfað í þessu bæði unni við þetta þar sem þetta er utan og innan. Ég ger ekki mikið mun, ég ber aftur á móti fulla virðingu fyrir því að nemendurnir sem eru í skólanum allan daginn, að þeir kannski sjái það sem ákveðin kost og ákveðna tilbreytingu að þau geti farið eitthvað annað í þetta. Ég held að við ættum að skoða þetta, rýna þetta svolítið vel. Við eigum hér mikið af fermetrum á skólalóðinni og ég held að ef við vinnum þetta í samstarfi við ungmennaráð, nemendaráð og bara nemendurna sem nýta þetta, þá held ég að við getum nota peningana og ég held að sé alveg að láta þetta fara saman þannig að það sé að nýta aðstöðuna inn í skóla og ég veit að félagsmiðstöðin sem hefur verið að starfa, þeir hafa líka jafnvel verið að nota dalabúð. Og ég held að þetta gera þetta þannig að þetta verði aðeins öðruvísi fyrir þau þá þegar þau komi í félagsmiðstöðina. Það er nú þegar þannig að það gilda aðra reglur þegar krakkarnir eða ungmennin okkar mæta svo í félagsmiðstöð heldur en í skólanum. Þannig að þar til dæmis strax er ákveðin grundvallarmunur á þessu. Og svo það fylgdi nú í viðbótartillögunni ef ég man rétt líka varðandi biðtíma sem myndast núna sem er náttúrulega bara 18 mánuðir eftir af biðtíma í tómstundabíl. Eftir það verður engin biðtími þau fara bara í íþróttahúsið. Og ef það er æfing klukkan 6 þá fara þau bara í sund áður en þau fara á íþróttaæfingu. Þannig að ég held að það verði ekki mikið mál að finna einhverja lausn á þessum biðtíma. Allt kostar þetta samt peninga og ég held reyndar að Dalabyggð, ég held við stöndum okkur óbúslega vel í þessum tómstundamálum og þessar tillögur frá þessum starfshóp, þær munu bara styrkja það góða starf sem er verið að vinna hérna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá í ljós umræðina ætla ég að leggja til að sveitarstjórn samþykki skýrsluna en að viðbótartillögurnar sem kom hérna fram áðan, þar segja húsnæði félagsmiðstöðvar og afdrep þegar verið að bíða eftir æfingum eða tómstundabíl verði vísað til frekar umræðu í fræðslunefnd og byggðaráði en að öðru leyti verði skýrslan samþykkt. Það er að segja stofna nýtt starf lýðheilsufulltrúa og það yrði auglýst bara sem allra fyrst. Þeir sem eru samþykkir þeirri bókun eða tillögu gefur merki. Og það er samþykkt samhljóða. Mér langar bara að nýta tækifæri einnig og þakka starfshópnum fyrir góð störf. Það var virkilega gaman að vinna í þessum hóp og hlakka til að sjá hvað verður úr þessu. Heyrðu, þá erum við komin í lið 5 sem eru fjallskil. Nei, fyrirgefðu. 4, ég hoppaði yfir, fyrirgefðu.
Ég er svo æst hérna, er að hoppa bara yfir hann. Herðu liður 4, gjaldfrjálsar skólamáltíðir í grunnskólum. Bjarki, þú ætlar að taka þann lið, gjör svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, það er gjaldfrjálsar skólamáltíðir í grunnskólum að það hefur verið allnokkur umræða það í tengslum við nýgerða og kjarasamninga og kjarasamningsviðræður sem er náttúrulega ekki lokið ennþá. En engu að síður að þá er þetta einn af þeim þáttum sem að í rauninni samið var að sveitarfélögin myndu og í samstarfi við ríkið myndu leggja sitt af mörkum til þess að kjarasamningar almennt yrðu, kjarasamningshækkanir yrðu tiltölulega hóflegar miðað við það sem að hefur verið þróunin undanfarin ár og á vormánuðum var mikil umræða þetta og í rauninni fyrir þinglok að þá samþykkti Alþingi frumvarp innviðaráðherra breytingu á lögum tekjustofna sveitarfélaga sem heimila jöfnunarsjóði sveitarfélaga að greiða framlög til sveitarfélaga sem bjóða upp á skólamáltíðir. Gjaldfrjálsar skólamáltíðir eru liður í aðgerðum stjórnvalda til að styðja við nýgerða langtímakjarasamninga á vinnumarkaði og leggja grundvöll að bættum lífskjörum og kaupmætti launafólks. Byggðarráð Dalabyggðar bókaði eftirfarandi á 324. fundi sínum 27. júní síðastliðinn. Byggðarráð samþykkir þátttöku Dalabyggðar í því verkefni sem ræðir en vekur athygli á því að enn á eftir að skýra hvernig verkefni verið útfært af hálfu ríkisvaldsins varðandi aðkomu jöfnunarsjóðs. Í viðhengi með fundargerð þessa fundar, þar að segja sveitarstjórnar, er minnisblað sem fram er komið frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga eftir að þessi fundur Byggðarráðs var haldinn. Minnir að þetta minnisblað sé dagsett 4. júlí. En það er einnig skjal með skiptingu framlaga úr jöfnunarsjóði til sveitarfélaga og er það í takt við þær frumáætlanir sem gerðar voru hjá okkur í Dalabyggð, sem að í rauninni kveður á að til þessa hefur Dalabyggð verið að greiða niður skólamáltíðir grunnskólabarna sem nemur 60% af þeim kostnaði sem af þeim hljótast, að foreldrum og forráðamönnum hafa snúið þá 40% og af þessum 40% þá sem út af standa núna hefur ríkið skuldbundið sig til að greiða sem nemur það bil 75% af þeim kostnaði. Þannig að við þurfum að taka tillit til þess hér í Dalabyggð, þessum 25% sem að okkur snúa og í rauninni að vísa því til gerðar viðauka sem að verður til umfjöllunar á næsta fundi Byggðarráðs. En í rauninni tillagan hér engu að síður sú að sveitarstjórn staðfesti aðild Dalabyggðar að þessu verkefni þannig að frá og með skólabyrjun núna hér í Auðarskóla í ágúst að við bjóðum grunnskólabörnunum okkar upp á fríar skólamáltíðir. Það er tillagan sem við leggjum hér fram til umfjöllunar og afgreiðslu. Þannig að það sé sagt og rauninni jöfnunarsjóður byrjaðar að greiða til sveitarfélagana vegna þessa verkefnis og fyrsta greiðsla var núna síðustu mánaðamót og svona nokkurn veginn í þeim takti sem við gerðum ráð fyrir og í rauninni kveðir á í þessu regluverki sem samþykkt var eins og áður sagði í þinglok í vor. En ég legg þetta hér til umfjöllunar og umræðu sveitarstjórnar. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Bjarki. Einhver sem vilja að ræða þennan lið? Einar, gjörðu svo vel. Oddviti, ágætu fundarmenn. Kannski áður en ég mun samþykkja þetta. Það er bara þannig og taka undir það sem Byggðarráð hvernig þeir afgreiða þetta og svoleiðis. En mér finnst þetta mjög sérstakt mál og ég ætla kannski ekki að vera langarður þetta en þetta er náttúrulega fyrst og fremst þetta var ákveðið af ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur til að liðka fyrir kjarasamningum eins og kom fram hérna. Ég er bara þeirra skoðunar að það er hægt að fara betur með peninga úr jöfnunarsjóði heldur en að gera nákvæmlega þetta í þessari útfærslu og já, ég ætla kannski ekki að hafa þetta mikið lengra þetta nema ég mun samþykkja þetta en ég held að við
ég vona að það verði ekki mikið framhald á svona ákvörðunum, að sveitarfélögum verði sett svona ákvörðun inn til þeirra sem þær hafi í raun og veru ekkert að segja. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Eitthvað fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykkir gjaldfrjálsum skólamáltíðum í grunnskólum gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 5, fjallskil. En hér liggja fyrir fundagerðar frá fjallskilanefndum nokkrum. Er eitthvað sem vilja taka til máls? Var það? Þuríður, gjörðu svo vel. Oddvitu fundamenn, fyrir fundinu liggja gögn frá 5 fjallskilanefndum sem verða væntanlega staðfest hérna og vantar gögn frá 2 sem fara þá bara fyrir byggðar á næst, vænti ég, verði samþykkt. En svo langar mig að geta þess að fjallskilasamþyktin er síðan 2011 og ég hugsa að það væri ágætt að fara yfir hana. Það er til dæmis getið fjallskiladeildar sem er ekki starfandi lengur. Og ég vænti þess ekki hvað byggðaráð eða atvinnumálamenn kalli til formin fjallskilanefnda til skrafs og ráð að gera. Það er svona þegar haustvertíðinni lýkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þuríður. Fleiri sem vilja taka til máls? Eyjólfur, gjörðu svo vel. Oddviti og aðri góðir fundamenn, ég hjó eftir því þarna í fundagerð einnar fjallskilanefndar minnir Hvammsveitar að það sem verið að setja út á viðhald réttar og fjármagn til þess. Mér langar svona bara kannski að beina þetta til byggðaráðs við gerðum næstu fjárhagsáætlunar hvort að við þurfum að fara að setja nýja nálgun í viðhald rétta. Að kannski sé sveitarfélög að leggja til efni en skoða jafnvel eins og þekkist við annars staðar á landinu að það eru náttúrulega bara bændurnir sjálfur sem sjá viðhaldið á réttunum, leggja til vinnuna. Þetta er hægt að leggja dagsverk á jafnvel líka. Og ég held að þetta sé bara atriði sem þarfnist bara umræðu og skoðunar. Því að fjárréttirnar eru náttúrulega fyrir þá okkar atvinnustarfsemi sem að stundum sauðfjárbú og það er kannski bara hluti af því viðhaldi sem við þurfum að sinna á okkar eignum að þær þeim sé vel viðhaldið. Fer pínulítið í taugarnar á mér að lesa fundagerð það sé ekkert gert og svo allt að gerast degi fyrir réttir. Það bara virkar ekki þannig. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyjólfur. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég þessar 5 fundagerðir. Já, Bjarki, fyrir ekki að gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðri tilheyrendur og afsakið seinni viðbrögð. Ég var hugsi og ég held að þessi ábending frá Eyjólfi eigi þoli alla umræðu og vangaveltu og eins þetta sem að Þuríður nefnir varðandi fjallskila samþykktin okkar. Og ég held að, og í rauninni bara gera að tillögu minni að við vísum umræðum fjallskilasamþykkt og í rauninni viðhald rétta bara til byggðaráðs og síðan kalli byggðaráð til umræðunar atvinnumálanefnd í kjölfarið. Þannig að maður teiknum smá tímalínu af því að við erum ekki að fara í þessa umræðu í september, höfum það alveg á hreinu og byrjun október en enga síður þurfum við að halda málunni á lofti. Þetta er mikilvægur atvinnuvegur hér í Dölum og við þurfum að bera virðingu fyrir því en við þurfum að uppfæra regluverkið og svona vinnuna í kringum fjallskilin til að mynda varðandi að samræma skýrslugerð og annað hverja nefndar fyrir sig og skil þeirra á gögnum til okkar hér sveitarfélagsins. Þannig að þetta er bara mjög þörf og góð umræða sem að ég legg til að við vísum í rauninni til byggðaráðs til frekari úrvinnslu og þá í samstarfi við atvinnumálanefndin okkar eftir föngum. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Er einhver fleiri sem vilja taka til máls? Það kannski bara byrja á tillögunni þá að vísa til byggðaráðs, viðhald rétta og hvað fjallskilalögum. Fjallskilasamþykktar. Þeir sem eru samþykktir að vísa því til byggðaráðs gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá legg ég fyrir fundin gögn frá fjallskilanefndum. Þeir sem eru samþykkir gögnunum gefa merki. Og þau eru samþykkt samhljóða.
Og svo legg ég til að þau gögn sem eiga eftir að berast verði lögð fyrir byggðaráð. Þeir sem er samþykkið því gefum merki. Og það er samþykkt samhljóða einnig. Erum við þú búin með þennan lið? Ekki gleyma neinu. Ok. Herði, þá er það fundagerðir til kynningar. Liður 6 sem er fundur byggðaráðs Dalabyggðar númer 324. Svo vil ræða þá fundagerð. Það virðist ekki vera. Þá er það dagskrárliður númer 7, byggðaráð Dalabyggðar fundur 325, einhver sem vil ræða þá fundagerð? Nei. Þá er það dagskrárliður 8, byggðaráð Dalabyggðar fundur 326, einhver sem vil ræða hann? Gulla, gjör svo vel. Oddviti og ágætu tilheyrendur. Mér langar bara til að benda á 2 dagskrárliði í fundagerð byggðaráðs. Liður 8.1 sem er skógræktinn Brekkuskógi. Þar er búið undirrita samning við Skógræktarfélag Íslands að þeir komi að uppbyggingu með okkur í Brekkuskógi og ekki bara planta trjám heldur að gera stíga og gera skóginn aðgengilegan fyrir okkur, bæði íbúa hér og gesti. Og síðan er annar liður sem er liður 8 og 7 þar sem er verið að fjalla aðalskipulag og deiliskipulag vegna Ljárskógastrandar. Við fengum það í fangið þessi sveitarstjórn að ganga frá aðalskipulagi og það er fyrir að virka. Við gerðum athugasemdir, voru gerða sem sagt við inn á Ljárskógum og það var tekið tillit til þeirra og í öllum, þar sem þurfti að leita umsagnar, þá var allstað að tala það að þetta væri orðið í samræmi við aðalskipulag og mér langar til að þakka ekki bara mínu nefndamönnum í umhverfis- og skipulagsnefnd núna, heldur ekki síður bæði forvera mínum og formannstóli og hans nefndamönnum vegna þess að þetta aðalskipulag vinnan við það búið að taka býsna mörg ár. Bara kærar þakkir, 2 síðustu umhverfisnefndir og formaður fyrir þeirra ykkar starf. Takk fyrir þetta, Gulla. Einar, gjör svo vel. Oddviti, ágætu fundarmenn, mér langaði aðeins að ræða mál nr. 2 sem er íþróttamannvirki í Búðardal. Ég var svo óheppinn að ég var veikur þegar júnífundurinn var, þar sem að þetta var allt saman ákveðið. Mér rifjaðist upp fyrir mér að fyrir einhverjum 5 að 6 ár síðan, þá þegar við stóðum hérna í einhverju stappistundum á fundum, að ég sagði að ég ætlaði að biðja að málefni íþróttahúss yrði á dagskrá á hverjum einasta sveitarstjórnarfundi þangað til það myndi takast. Ég hélt það út í svona hálft ár eða eitthvað. En það er einstaklega áhugavert núna að sjá og ánægilegt að íþróttamannvirki í Búðardal er á dagskrá núna eiginlega bara orðið fast á öllum fundum og það náttúrulega kemur bara heim og saman við það að það er sem sagt farið að sjást, það er sem sagt byrjað að moka fyrir íþróttahúsinu og mér finnst þetta er alveg magnað og ótrúlega gaman að koma til vinnu í skólan og sjá núna að, og þetta er orðið í raun, maður sér þetta bara í raun, að eftir 18 mánuði þá mun vera risið þarna mannvirki sem að ég held að muni breyta gríðarlega miklu fyrir alla sem búa í Dalabyggð. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Bjarki, gjör svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Örstutt einmitt varðandi þennan lið sem að Einar kom inn á. Ég tek undir það að það er mikið fagnaðarefni að framkvæmdir eru hafnar og segja frá því að fyrsti formlegi verkfundur verksins var haldinn í morgun, kl. 10 í morgun og eftirlitsaðilar okkar frá Eflu voru hér á Vappi í Búðardal og á verkstað og bæði fyrir fund og í kjölfar fundar og fulltrúi Eyktar var með okkur á fundunum, reyndar í gegnum fjarfundar búnað en enga síður bara mjög gott samtal sem átti sér stað verkið í heild sinni og bara segja frá því að það var ákveðið á fundunum í morgun að eftirleiðis munum við sem að verkinu stöndum hittast hálfsmánaðarlega á fimmtudagsmótnum
til að fara yfir stöðu verksins. Byggðaráð Dalabyggðar er í rauninni okkar eiginlega byggingarnefnd, þannig að við hittum á þá að byggðaráð fundar á 50 dögum, síðasta 50 dag eða fjórða 50 dag í hverjum mánuði, þannig að verkfundir hitta á þá daga, þannig að við munum halda vel utanum verkefnið allt. Og það var tilkynnt í morgun að stefnt er að í rauninni að allri uppsteypu verksins, þar að segja bæði sökli íþróttahússins sjálfs og eins sundlaugar, verði lokið í haust, þannig að áður en veturinn brestur á að það uppsteypu verði lokið, og síðan verði verkinu framhaldið að mig minnir í mars þegar límtré kemur til landsins og verður uppsett. Þannig að það er mikill hugur í verktakanum að standa þétt að málum og í rauninni í kjölfar þess að mokstri upp úr grunnu verið lokið og búið að þjappa þá þannig jarðveg sem þarf að setja í staðinn, þá í rauninni komið 7 manna gengi á vegum eitt og gerir klárt fyrir alla steypuvinnu, þannig að það verður öflugur hópur sem kemur til okkar í Búðardal til að halda utan um þetta. Auðvitað er þetta síðan samspil með skólastarfinu, að það er ekki alveg hljóð í kringum svona verkefni, það er að segja að það mun heyrast til þeirra sem verða að störfum, mismikið hverju sinni, og verktæki og eftirlitsaðilar eru mjög samtaka með okkur hér að passa upp á öll öryggismál og að það verði girt vel. Til að mynda vorum að ræða það í morgun að við myndum auka við girðinguna þannig að það er girt af líka aðkoman að mötunundinu í hádeginu fyrir grunnskólabörnin. Þannig að við vitum það að það eru áhugamenn á öllum aldri svona verkefni og svona vélar og tæki. Þannig að við þurfum að passa upp á það að alls öryggis sé gætt í Hvívetna. Og auðvitað mun verða rætt við börnin sem að verða á ferðinni sömuleiðis, þannig að vonandi tekst okkur að halda vel utan og við ætlum okkur að halda vel utan öryggisþáttinn. Nú varðandi þessa fundargerð Byggðaráðs, þá langar mig líka til aðeins að koma inn á lið 8.4, þar segja uppbygging íbúðarhúsnæðis. Við sáum það í útkomu okkar í íbúðakönnun landshlutanna að það voru, þó að við værum hástökkvarar á milli kannana, að þá voru nokkri þættir sem að skora ekki hátt í okkar útkomu. Sumir þeirra eru þannig gerðir að það eru ekki okkar forsjá að halda utan þá, það er að segja einhver hluta vegna skoraði Dalabyggð mjög lágt í hvað var að vegamál og við kunnum skýringun á því. Við skoruðum líka mjög lágt varðandi smásöluverslun og við vitum líka ástæðu þess, en við höfum báðum þessum málum reynt að beita okkur í þá veru að úr verði bætt. En einn sá liður sem snýr að okkur og okkar skipulagsmálum öðru slíku er íbúðarmálin. Við vitum það að í rauninni það er ekki bara Búðardalur, heldur bara í rauninni Dalabyggð öll er í rauninni uppselt hvað varðar íbúðarhúsnæði. Það er, ef við skoðum fasteignaauglýsingar á vefnum, að þá er ekki mikið íbúðarhúsnæði til sölu. Það er einstaka jörð, stórar jarðir til sölu en ekki í rauninni íbúðarhúsnæði eitt og sér. Þannig að við þurfum að beita okkur í því, bæði hvað varðar uppbyggingu íbúðarhúsnæðis til sölu og eins varðandi leigu. Og við erum, svo það sé sagt, í samtali bæði við eitt byggingu 4 íbúða hér í Búðardal, sem og við leigufélagið Bríet uppbyggingu 2 íbúða, en betur má að duga skal. Og þessi bókun okkar á byggðarráðsfundi núna í síðustu viku hefur vakið athygli og munum við fá einhverja umfjöllun akkurat þessa stöðu í fjölmiðlunum á næstu dögum og við þurfum bara að hjálpast að við að reyna að fá verktaka til liðs við okkur bara í rauninni, af því það er þekkt að það er okkar hlutverk að skipuleggja og útvega lóðir. En sveitarfélög sem slík þurfa ekki að vera gerendur í byggingaframkvæmdum. Þar eru aðrir betur til fallnir og að fá verktaka til liðs við okkur, af því
Dalabyggð og Búðardal eru á mikið inni í þessu og við okkur vantar hendur á dekk og við þurfum að flagga þessu vel. Þannig að ég vildi nefna þetta hér undir þessum lið. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá förum við í mál til kynningar. Dagskrárliður númer 9 eru fundir leigufélag Bríet EHF 2024. Framlög til kynningar fundagerð frá aðalfundi leigufélagsins Bríet. Einhver sem vil ræða þá fundagerð? Nei, svo veist ekki. Já, Bjarki, gjör svo vel. Oddviti sveitarstjórn, bara fyrirgefið þið sen viðbrögð, ég var að rýna í gögnin mín, en ástæða þess að þessi fundagerð er lögð hér fram til kynningar er svo að við erum orðin hluthafi í leigufélaginu Bríet og eigum þar ekki mörg prósent, en samt sem áður sitjum við það borð að sitja aðalfundi þessa félags og við höfum lagt á það ríka áherslu við stjórn leigufélagsins Bríet að hér er, svo ég vitni nú í orð mín áðan, gríðarleg þörf á að séu byggðar upp íbúðir. Leigufélagið á hér núna 5 íbúðir í Búðardal, tók yfir 4 frá okkur sem gerir það verkum að við erum orðin hluthafi, en að mínu viti þarf leigufélagið að spýta í og við erum í rauninni í viðræðum við forsvarsmenn félagsins lóð fyrir 2 íbúðir og mínar væntingar standa til þess að framkvæmdir við þá lóð verði hafnar á haustmánuðum árið 2024. Þannig að, en ég vildi bara aðeins varpa ljós á það ef að fyrir þá sem til að mynda að hlusta eða horfa á upptöku að ástæða þess að þessi fundagerð hér til kynningar er svo að Dalabyggð á orðið hluti í leigufélaginu Bríet. Takk fyrir þetta, Bjarki. Hver fleiri sem vil taka til máls? Þá er það bara dagskrárliður númer 10 sem er síðasti liðurinn og skýrsla sveitarstjóra. Gjör svo vel, Bjarki. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, ég ætla að fara hér á hundavaði yfir skýrslu mína sem er síðan með fundarkögnum þessa fundar og það er í rauninni eins og vant ætla ég að byrja á því að segja frá því að íbúafjöldi í Dalabyggð telur nú 663 íbúa með 2. ágúst síðastliðinn og hefur fækkað 3 núna frá því í byrjun júní en vonandi fjölgar okkur aftur núna á haustmánuðum. Nú eins og áður hefur komið fram þá tók sveitarstjórn sér frí frá fundarhöldum í júlí en byggðarráð hefur fundað í 3 gang í sumar og eins og alla jafna þá meðan sveitarstjórn er í sumarleið þá fer byggðarráð með sömu heimildir og sveitarstjórn hefur ella samanber 32. grein samþykkta stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar og þannig og samanber bókun á fundi sveitarstjórnar 11. júní síðastliðinn. Nú starfsemi Auðarskóla er að fara á fullt núna, leikskólinn opnaði í síðustu viku eftir sumarfrí og grunnskólinn verður settur föstudaginn 23. ágúst næstkomandi. Og eins og staðan nú verða 95 börn sem verða hjá okkur í leik- og grunnskóla, 23 í leikskóla og 72 í grunnskóla. Og af þessum 95 börnum munu 51 barn koma með skólabíl í skólan, 9 leikskólabörn og 42 grunnskólabörn. Þannig að það verður ríflega helmingur barnan okkar í skólanum sem koma með skólabílum og úr dreifbílunum. Nú gengið hefur verið frá undirritun samninga við verktaka vegna skólaakstur grunnskólabarna og eru það 2 verktakar sem sjá aksturinn á þeim 7 leiðum sem ræðir. Annars vegar er það BS-þjónustan EHF og hins vegar Kolur EHF. Unnið hefur verið viðhald á skólabyggingunni í sumar, skólinn hefur verið málaður og unnið er að frágangi og framkvæmdu við anddyri skólans. Allt hefur þetta í för með sér verulega andlitslyftingu fyrir mannvirkið allt og hefur vonandi í för með sér góða umgengni skólan og unnið er núna að frágangi við andyrinn. Búið er að mála skólan utan og ég held ég að við getum verið stolt af þeirri andlitslyftingu sem að skólinn hefur fengið og vonandi klárast frágangur við andyrinn áður en að börnin kom í skólan en starfsmenn skólans komið til starfa í morgun og þannig að þeir urðu kannski ekki alveg varhlut af því að það væru ennþá framkvæmdir í gangi. Nú, glæsileg hátíðarhöld voru haldin það 7. júní hér í Dalabyggð, bæði tilefni 80 ára afmælis lýðveldisins okkar sem og vegna 30 ára afmælis Dalabyggðar.
Við það tilefni var Dalameðar ársins útnefndur og var það Guðrún B. Blöndal og Rúna Valþúi sem fékk þá útnefningu verðskuldað og jafnframt var kynnt niðurstaða í samkeppni aðkomutákn inn í Búðardal og það Svavar Garðarsson sem á hugmyndina að verðlaunatákninu og stefnt að því að koma því upp við innkomu sunnanmegin við Búðardal seinna á þessu ári ef allt gengur vel. Starfsmenn frá Römpum upp Ísland voru við störf í Búðardal upp úr miðjum júní við uppsetningu rampa. Settir voru upp 3 rampar, 2 við leikskóla Auðaskóla og 1 við Vílandssetrið. Átakið Römpum upp Ísland stefnir að því að byggja 1500 rampa í þágu hreyfihamlaðra fyrir miðjan mars 2025 og það er einstaklega ánægjulegt að Dalabyggð fái að vera með í átakinu og vonandi að þessi áfangi verði hvatning til að huga áfram að betra aðgengi fyrir alla allt hérað. Það voru í rauninni Kolur sem gaf flutning á Hellum hér vestur og steypustöðin Námur lagði til Hellusand og þeim fyrirtækjum þakkað fyrir sitt framlag til verkefnisins sem og starfsfólki í Römpum upp Ísland og þeim sem að því góða og verðuga verkefni standa. Stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga kom í heimsókn hingað í Búðardal þann 27. júní síðastliðinn og fundaði með byggðarráði og til umfjöllunar var fyrst og fremst sú stóra framkvæmd sem Dalabyggð hefur nú ráðist í sem er byggingu íþróttamannvirkja og mun Lánasjóðs sveitarfélaga fjármagna verki til lengri tíma og rétt er að þakka stjórn og starfsmönnum sjóðsins fyrir heimsóknina til okkar í dalina og það góða samtal sem átti sér stað verkefni sem og annað sem bara á góma. Framkvæmdir í íþróttamannvirkinu eru komin að stað sem eins og við nefndum hér áðan. Næst vil ég nefna að föstudaginn 28. júní síðastliðinn kom Dr. Vífill Karlsson og kynnti niðurstöðu íbúðakönnunar landshlutana fyrir gestum í Nýsköpunarsetri. Áður hefur verið kynnt svo niðurstaða sem Dalabyggð fékk út úr, kynnt svo ánægjulega niðurstaða sem Dalabyggð fékk út úr þeirri könnun. En gott var að ná samtali við Vífill könnunina og þá sérstaklega þá þætti þar sem að Dalabyggð getur bætt sig. Af því lengi má gott bæta og það er í rauninni verk að vinna eins og ég nefndi varðandi íbúðarhúsnæði hér áðan og auðvitað að viðhalda líka þeim árangri sem við höfum náð til að mynda varðandi íbúðalýðræði og samtal við íbúa og samráð. Fyrsta helgin í júlí var viðburðarík hér í Dalabyggð. Eldhátíð var haldin á Eiríksstöðum og bæjarhátíðin heim í Búðardal hér í Búðardal. Fjöldi fólks tók þátt í viðburðum og fjöldi gesta lagði leið sína hingað til okkar í dalina og vil ég hér þakka öllum þeim sem komu að undirbúningi framkvæmd þessara hátíða fyrir allt þeirra góða framlag því að svona gerist ekki af sjálfu sér og ber að þakka fyrir frumkvæði og kraft þeirra sem að komu. Sturluhátíð var haldin laugardaginn 13. júlí og var hún afar vel sótt þrátt fyrir leiðinda veður sem gekk yfir þá helgina hér í Dölunum eins og víðar á Vesturlandi. Ástæða er til að þakka öllum þeim sem að þeirri mögnuðu hátíð standa fyrir trygglyndi og afar góða framkvæmd ár eftir ár. Vinnuskólinn lauk störfum þetta sumar þann 19. júlí síðastliðinn og er rétt að þakka ungmennum okkar og verkstjórum fyrir velunum störf í sumar. Það er dýrmætt að fá ungmenn til starfa til að aðstoða okkur við að viðhalda umhverfinu og halda umhverfinu snyrtilegu. Föstudaginn 27. júlí var undirritað samningur á milli Dalabyggðar og Skógræktarfélags Dalasýslu og Skógræktarfélags Íslands eins og formaður umhverfis- og skipulagsnefndar kom inn á hér fyrr á fundinum. Og markmið þessa samnings er að stuðla að landvernd og tryggja íbúum Dalabyggðar og gestum svæði til útvistar ókunnugt framtíð og er ræða svæði norðvestan við Búðardal sem nú nefnist Brekkuskógur og var gróðursett í kringum 1990. Upphaflega samkvæmt samningi milli Laxárdalshrepps og Skógræktarfélags Dalasýslu en sá samningur er nú út runnin. Póstlópið í Dölum fór fram þriðja sinn laugardaginn 27. júlí síðastliðinn. Með þáttaka var og voru þátttakendur sem lögðu af stað í öllum Vegalöndum rúmlega 120 auk þeirra sem hlupu í skemmtiskokki hér innan Búðardals. Það voru ungt fólk af öllum aldri sem tók þátt í svokölluðum póststubbi og þau voru rúmlega 40 sem þar tóku þátt, þannig að það voru 160 allt í allt sem var reymið á sig hlaupaskóna þennan dag. Keppendur og framkvæmdaraðilar voru heiminsælir að hlaupi loknu og vonandi að framhald verða pósthlaupinu hér í Búðardal og pósthúsinu hafi því miður verið lokað hér fyrr í sumar. Dalabyggð samdi við málmendurvinnslufyrirtæki Furu e.h.f. söfnun brota í árs og fleiri úrgangsflokka sumarið 2024. Söfnunin fór fram í kringum mánaðamótin í júní-júlí. Söfnunarátakið kom í stað málmgáma sem hafa verið aðgengilegir viku í senn víðsvegar sveitarfélagið á undanförnum sumrum og skemmst frá því að segja að þetta breytta fyrirkomulag snarvirkaði og safnaðist rúmlega 4-falt magn miðað við undanfarin ár, þannig að og við þurfum væntanlega að taka til umræðu í byggðarráði viðauka vegna þessa verkefnis, vegna þess hvernig til tókst, en ég held að það sé
fjármagni vel varið í þágu umhverfismála og snyrtimennsku hér í Dölum og við þurfum að halda þessu áfram að mínu viti að hvetja íbúa hér til að taka til og við þurfum líka að líta eigin barm hér sveitarfélagið að ákveðnu leyti. Nú, fulltrúar UDN, ungmennafélagsins okkar, gerðu góða ferð á unglingalandsmóti UMFÍ sem haldið var í Borgarnesi verslunarmannahelgina og fulltrúar okkar vöktu athygli fyrir góða framgöngu og kurteisi og fengu afhentan við mótslit fyrirmyndabikar Ungmennafélags Íslands. Bikarinn afhentur í lok hvers unglingalandsmóts til héraðssambands eða íþróttabandalags sem hefur sýnt fyrirmyndaframkomu innan sem utan keppni á mótinu og var það okkar fólk sem var fyrir valinu og nú. Til hamingju UDN og allir þeim sem hluta eiga máli. Keppendur, þjálfarar, forráðamenn. Þetta fæst ekki að sjálfu sér þessi viðurkenning og getum við verið verulega stolt af okkar fólki. Nú þriðjudagskvöldið 13. ágúst síðastliðinn kynntu fulltrúar fyrirtækisins Hver á íbúafundi hér í Búðardal umhverfismatsskýrslu sem unnin hefur verið vegna fyrirhugaðra uppbyggingar vindorkugarðs hér í Dalabyggð. Fundurinn var ágætlega sóttur og umræður yfirvegaðar og góðar, spurningar og vangaveltur settu fram og mikið velt fyrir sér áhrifum framkvæmdar af þessari stærðargráðu á innviði hér í Dölum og umhverfið allt, þar með talið á nágranna okkar í Húnaþingi vestra. Að mínu mati á að óbreyttu nokkuð vatn eftir að renna til sjávar áður en til kasta sveitarfélagsins kemur hvað varðar afstöðu til framkvæmdar og áhrifa þeirra. Boltinn hjá ríkisvaldinu sem þarf að skýra línur hvað varðar regluverkið allt í kringum vindorku og eins þarf að vega og meta áhrif svona og eða viðlíka starfsemi á tekjumódel sveitarfélaga til lengri tíma. Skammtíma áhrifin eru nokkuð skýr en langtíma áhrif þarf að vera hægt að meta að mínu mati til þess að umræðan verði byggð á meiri dýpt hvað þekkingu varðar á áhrif tekjugrunns sveitarfélaga. Það er líka rétt að nefna innviði og skort á þeim. Áður en að uppsetningu vindmyllugarðs kemur þarf að huga meðal annars því hvernig á að koma aðföngum á staðinn. Allavega pósthúsið farið, þannig að ekki verður þetta sent í pósti, það er alveg á hreinu. Og vegir okkar þola ekki einu sinni flutning á eldislagsi, þannig að hvernig á að koma öllu þessu hráefni í vindmyllunar hingað. Þannig að allt þetta þarf að vera með í breytunni og taka samtalið og þetta snýr ekki bara að sveitarfélögum og skipulagsmálum heldur náttúrulega ríkisvaldið þarf að koma að uppbyggingu innviða ef þessi uppbygging skal verða. Og ég hér ekki að bergmála mína persónulegu skoðun á vindmyllum af eða á, heldur bara það þarf að horfa á þetta í heildstæðri mynd og taka allar breytur með í reikningin áður en til svona uppbyggingar getur komið. Nú, ég vil hér í skýrslu minni vekja athygli á og þakka fyrir það skemmtilega samstarfsverkefni sem Sauðfjársveitur á Ströndum, Byggðasafn Dalamanna og Héraðsskjalasafn Dalasýslu hefur staðið saman að sem beri heitið Söguröld. Þau Valdís Einarsdóttir safnvörður okkar hér í Dalabyggð ásamt Jóni Jónsson á Ströndum eru forsprakkar þessar skemmtilega verkefnis og vekja athygli á að 7. Söguröld safnanna verður einmitt í kvöld klukkan 19 þar sem gengið verður að Fagradalstungu. Og nú, Míla vinnur nú að lagningu ljósleiðara í hluta Búðardals þessa dagana, er að hluta af því samkomulagi sem var til Míla keypti ljósleiðarakerfi Dalaveitna fyrr á árinu og stefnt að því að Búðardalur verður hann ljósleiðara væddur í síðasta lagi næsta sumarið 2025, en rétt að geta þess að umræður hafa átt sér stað undanfarna daga hvort fljótur sé á því að ljúka verkefni öllu á þessu árinu 2024 og Míla mun svara ósk okkar þess efnis núna á næstunni, en það er ýmislegt sem þarf að ganga upp til að svo geti orðið, en allavega sá hluti verksins er orðin hannaður en engu síður. En það er ástæði til að hrósa í rauninni þeim verktökum sem að málum hafa komið og framkvæmt hér í Búðardal það sem af er, þannig að vonandi verður framhald á þeirri jákvæða samstarfi. Nú, hér á fyrra fundinum tók sveitarstjórn til umræðu og afgreiðslu skýrslur atvinnumálanefndar vegna tveggja mikilvægra innviðaþátta, það er að segja vegamál og fjarskiptamál. Og það er engum blöðum með það að fletta þessar skýrslur munu reynast okkur gott gagn í samtalinu öllu í framhaldinu. Við vitum stöðuna á vegamálum. Fjarskiptamálum þurfum við líka að fá aðstoð af því það er ekki bara fyrir okkur sem erum að ferðast veginn alla jafna, heldur í rauninni er þetta líka, má segja, ákveðnum svæðum almannavarnamál af því fjarskipta innviðir skipta gríðarlega miklu máli þegar kemur að öryggismálum og við þurfum að innvikla líka almannavarnakerfið með okkur í þennan þrýsting til að fá bætur hér í Dölum og eins og var nefnt hér áðan að fjarskiptastofa vil meina að
ástand fjarskipta innviða hér á Íslandi sé á heimsmælikvarða en við ég held að ástandið hér í Dölum sé ekki á heimsmælikvarða. Við þurfum að flagga því sömuleiðis. En hér hljóp ég svona á hundavaði yfir það sem helst hefur drifið á dagana, sem hægt að segja frá hér í skýrslu sveitarstjóra og en svara spurningum kjörna fulltrúa ef einhverjar eru varðandi þessa skýrslu mína. Takk. Takk Bjarki. Hversu vill taka til máls varðandi skýrslu sveitarstjóra? Þá segi ég bara þessum fundi slitið. Næsti fundur sveitarstjórnar verður 19. september, viku seinna en reglulegi fundir gera ráð fyrir. Það er að samþykkja það sérstaklega. Þeir sem eru samþykkið því, gefum ekki. Það er samþykkt samhljóða, 19. september. Og þá segi ég fundi slitið.